Það eru bækur að koma út, eða komur reyndar út í síðasta mánuði og þar síðasta, en við tókum smá hlé á því að fjalla bækur hérna út af Sollu, það voru kosningar. En eina af þeim bókur sem kom út fjallar áhugaverðan kafla í Íslandssögunni eftir Sindra Freysson rithöfund og heitir Fangar Breta. Þetta velkomin, Sindri. Takk. Þetta náttúrulega við hernámið. Já. Það heitir það. Þegar Bretar komu hérna. Já. Þá voru menn handteknir og sendir til Bretlands í fangabúðir, menn sem voru taldir, ég veit ekki hvernig herinn leit á það, ógna öryggi Íslands eða ógna öryggi hersetunnar eða? Já, náttúrulega þetta er aðskilja einhver leiti þeir koma hérna og handtaka þjóðverjana. Handtaka þá strax sem voru hér þjóðverjar giftir íslenskum konum, áttu börn með þeim og svo framvegis. Síðan eru hin mál. Það er bara svipaðar aðgerðir og það er nú mikið verið fjallað til dæmis það í Bandaríkjunum og það voru allir bara Japanir teknir og fluttir upp í eyðimörkina í einhvers svona búðir. En það var bara ef þú varst þjóðveri að það var ógnaður. Það var þannig en þetta eru Íslendingarnir hins vegar. Þetta eru Íslendingar sem voru handteknir og fyrir ýmsar misvægar ástæður og í sumum tilvikum voru þetta fólk bara hreint út saklaust en handtekið fyrir, getur sagt barnaskap í einhverju tilvikum, fyrir miskilningi í öðrum, sumir voru pólitískir flóttamenn eins og þjóðviljamennir sem voru algjörlega handteknir fyrst og fremst vegna þess að þeirra fréttaflutningur og þeirra málflutningur mál sem að snertu setuliðið voru með þeim hætti að setuliðinu var illa við þessar menn. Þeim var næstu verð við kommunistana heldur en nasistana og þeir það er mjög merkilegt að skoða sögu þjóðlamanna vegna þess að hún innifél svo margt. Þú ert með alþingismann Einar Olgeirsson, þú ert með sem var líka ritstjóri Þjóðviljans, þú ert með Sigfús Sigurður Hjartarson sem er líka ritstjóri Þjóðviljans og Sigurður Guðmundsson sem var blaðamaður Þjóðviljans og síðar ritstjóri. Og þeir loka blaðinu þegar þeir eru handteknir. Þeir rjúfa þinghelgi Einars Olgeirs, þeir loka fjölmiðli, þannig að þetta eru hömlur á prent og málfrelsi þessum hætti, þöggun á fjölmiðli, banna útgáfu Þjóðviljans og svo annt það að flytja þá út að það er gert bara strax kvöldið. Hinu Íslendingar sem voru handteknir þeir sátu einhverja daga eða einhverja vikur heima á Kirkjusandi þar sem Bretar höfðu fangisi áður en fluttur út. En þeim lá svo mikið á að koma þjóðmönnum landi, náttúrulega við vissum þessu skömmina, við vissum stöðu Einars verandi alþingismann að þeir fluttur bara strax kvöldið. Og síðan kemur ljós að þeir lá svo mikið á og þeir höfðu ekki leyfi frá breskum stjórnvöldum herinn heima þegar hann handtekur þessa menn. Og þeir valdar þetta veldur bara eitthvað krísu innan bresku ráðuneytanna. Það er komið hermaráðuneyti, þú ert með innanríkisráðuneytið, utanríkisráðuneytið og fleiri ráðuneyti. Hvað þú að gera við þessa menn? Vegna þess að Bretinn hefði hlaupið fram úr sér með hverjum hætti, þökk sé yfirmanni bresku öryggisþjónustunnar hér sem hét Alfred Roy Weiss og var þingmaður breska íhaldsflokksins á sama tíma. Og Henry Curtis sem var setuliðsstjóri og þeir náðu að fara svo mikið í taugarnar á Bretanum að þeir fóru í blóra við íslensk lög náttúrulega og í blóra við bresk lög líka. Þannig að þá fara þær stað og eru þarna meðan þeir eru á leiðinu út þjóðviljamennir, þá er allt brjálaði stjórnkerfinu, menn skrifast á hægri vinstri og er að finna eitthvað lagalegan grunn til þess að réttlæta þessa aðgerð og það eru ekki fyrir nokkur mánuðum seinna sem að þeir eru búa til afturvirk lög til þess að bjarga málum. Það var Bretarnir? Já, Bretarnir Bretarnir þeim megin þetta sístum Bretarnir alltaf 2 og 3 og gera það til dæmis þannig þegar þjóðviljamenn koma út þá eru handteknir fyrir að vera ólöglega Bretlandi. Þess að þeir eru handteknir hérna á Íslandi, fluttu til Bretlands og síðan þegar stíga á land þar þá eru teknar þau fórstum þessu ólöglega landinu. Sem alltaf mjög kaltanarslegt Þetta er gert svona í þessum tilgangi að bjarga málum þeir höfðu ekki lagalega grunn fyrir þessu Hvað sitja þeir lengi í Bretlandi? Það er svolítið kaltanarslegt með þjóðviljamennina að við svo á þeim tíma sem þeir sitja úti þegar þeir koma út þá situr nú annar Íslendingur úti, Ólafur Reynir Kratz og síðan koma Vestfirðingarnir sem 7 talsins koma út á meðan þjóðviljamennir eru úti. Þannig að þú ert þarna með 11 Íslendinga sem eru í fangis á sama tíma í London
og það sem kallast varðandi kommunistana eða sósíalistana það að það eru samningurinn það að Bandaríkjamenn taki við af Bretum, taki við herverndinni hér sem að gera það verkum að þjóðlögmenn losna. Hermann Jónasson, þáverandi forsætisráðherra, framsóknarmaður, hann semst nýtir þetta sem vogarafl í sínum viðræðum við Breta og Bandaríkjamenn það að það verið að sleppa öllum íslenskum föngum í Bretlandi og fær því framkeng þegar þeir lásu mikið á að fá Bandaríkjamenn hingað en að fá það inn í stríðið. Þetta er rúmu hálfu ári fyrir árás Japana á Pearl Harbor. Og þannig að þeir höfðu ótrúlega góða og sterka samningsstöð og nýttu sér hana og náðu að semja frelsi þessara 11 Íslendinga sem voru þá í Bretlandi. Þá voru það þjóðvélamennirnir sem voru mikill minnihluti. Já, þeir voru 3 af þessum. Síðan voru það svo kallað Vestfirðingarnir, hvað það? Já, Vestfirðingarnir, það var hópur fólks sem var handtekið fyrir að hjálpa þýskum flóttamenn sem að laða flótta þegar að Bretin kom hingað og fór að handtaka Þjóðverja og þá fer hann til Ísafjarðar og þarna fólk að hjálpa þessum ræfli Volkindónum og fannst væntum hann og fannst hann næs bara náungi og þá ertu með í þeim hópi ertu með íslenska kaupmenn, þú ert með húsmæður, þú ert með vitavörð, yngsti í þeim hópi 17 ára unglingur, stúlka, Ilse og maður svona það sem þegar maður lítur yfir þetta fólk sem ég fjalla þetta er hátt í 50 manna hópur allt í allt að þau koma úr öllum stéttum. Þarna er þingmaður, þarna eru blaðamenn, þarna eru læknar, þarna eru verkfræðingur, sjómenn og svo framvegis. Og af öllum aldri, þetta er yngsti 17 ára, það er Ilse og síðan fólk allt upp á 70 aldur. Og í sumum tilvikum þá blöskrar manni aðfarina, Gott dæmi þar er Ólafur Reynir, sem nefndi áðan. Hann er 18 ára gamall þegar þetta er og faðir hans hafi verið handtekinn í þessar fyrstu hrínu sem beindist að Þjóðverjunum. En Ólafur Reynir átti íslenska móðir og fæddur upp alveg á Íslandi, talaði ekki orðið þýsku og ekki ensku heldur. Og þegar faðir hans handtekinn þá verður úr að hann fer að vinna á vörubíl og kólakrána hjá Kol og Salt, fyrirtæki sem þá var Reykjavík, talsvert sagði mikið þeim tíma. Og er svona komast á herskildu aldur í Þýskalandi sem að skipta þau ekki máli, hann var ekkert að leiðinni í fara út og hefði ekkert komið þangað en það var samt þýskur ríkisborgari og svo lögin voru þannig á þeim tíma að ríkisborgari þau fylgdi föður þínum þang til 19 ára. Þá varstu sjálfkrafa íslenskur ríkisborgari ef þú bjóst á Íslandi og hafði búið hér alltaf ævi. Og þeir byrja því að Bretinn segir þann ok, heyrðu, þú ert alveg þetta gamall þú veist, er það nokkuð 19 ára aldurinn, við viljum mætir og tilkynninu hjá skrifstofu hersins áður en þú ferð í vinnu, áður en ferð í hádegismat, leið og kemur úr hádegismat og þú ert búin í vinnu. Þannig að hann átti frá 7 á morgnana og til loka vinnu að mæta hjá hernum hverjum degi og tilkynna sig. Og hann gerir þetta samsamlega strákurinn, þú veist, fyrstu vikunar, en síðan alltaf verður þetta orðið svolítið stíft, hann er 7 á morgnana mættur og síðan aftur klón 12 og aftur klón 1 og svona vegis og fer að segja, get ekki gefið mig frí á sunnudum, ég er bara búin að vera eftir langa vinnuviku þarna á vörubíl og kólakrana og þá fyrtast við Bretarnir, handtakan og hann er sendur til Bretlands í fangelsi. Og þar er hann mállaus algjörlega, fyrst í Liverpool, þar sem hann lendir í því að vera bomberaður, það er verið að sprengja Liverpool þessum tíma mjög mikið, náttúrulega mikilvæg hafnarborg, Þjóðverjar eru að sprengja hana. Það er með þess að fellur sprengja á þetta fangilsi sem hann satt í, Walton fangilsið í Liverpool og hann er bara einangraður og úttaugaður og þegar Pétur Benson sem var sendifulltrúi okkar í London, hann fær okkar ræðismann í Liverpool til þess að heimsækjan, þá bara brotnar Ólafur Reynir niður og grætur bara í fangið á ræðismannum, vegna þess að hann alltaf
ég segi þetta voru bara ómannulega aðferðir og þá var það að vera tilgangu Breta, kannski hefðu hotn í síðan þess að hann var að þýsku ættirni en vegna þess að þeir byggu til þess að tylla ástæðu að hann sem sagt gæti hugsanlega gengið í þýska herinn sem þau búin að ná þessum aldri og síðan það þegar leiður búin að fara landi þá fær hann ekki íslenska ríksborgararéttinn og hann ekki á íslenska grundu lengur þannig fangist í Bretlandi þannig að þeir svona eru búin að loka öllum leiðum fyrir hefðan dreng á þessum tíma og þegar þjóðlegmennum koma hann í sem heitir London Reception Center það sem var svona móttökustöð fyrir fangana þá kemur til að hlaupandi ung maður og eru Íslendingar og þá það Ólafur Einir sem var loksins að sjá Íslendinga eftir þá mánuð sem hann hafi verið hann úti sko. En það nú ruglast í tímanum af því að hann búinn að vera þarna einhvern tíma þegar þjóðlegmennirnir koma voru sendir þá bara strax á kvöldið Já sko, Ólafur Einir handtekinn þarna snemma ás 41 þeir eru handteknir vorið og þetta þeir í loka apríl eru þeir handteknir og þeir setja fram þá til að setja fram í ágústavísu þeir eru í Englandi til ágúst en sko þegar samið er verið semja í júní herverndina þá þeim sleppt eftir það sko bæði þeim og Ólafi og Vestfirðingunum sko. En það var nasistaflokkur Já, það var þjóðernishreyfing, já og tvær frekar en ein Já Þannig að voru þeir ekki handteknir sem að Nei, sko eini maður sem tengdist þeim félagskap þeim maður saman félagskap var búin að segja skili við það fólk allt sko. Það Bjarni Jónsson læknir hann kemur með Petsamóferðinni sem í síðsumars eða byrjun haust 1940 og hann hafði það voru eiginlega 5 ár liðin sem hann hafði svart skili við félagskapin hann hafði verið fórt sveit þjóðurinn sinna á þessum tíma árunum eftir 30 og til 35, 36 og fer sem til Þýskalands og lærir í Þýskalandi lærir læknisfræði þar, framhaldsnám og síðan að koma heim hann og hans kona að komast heim til Íslands með öðrum Íslendingum í þessari frægu Petsamóferð og síðan koma Bretar gangum borð í skipið í Esju sem sagt þetta í held ég ágúst sko og leita borð yfirherra farþega mjög harkalega mjög einkennlegar yfirherslu sko það voru einkennlust af svo nánast eins og eitthvað sagði sko hefur þú ekki dansað við Þjóðverja voru stúlkuspurðar og annað slíkt sko og síðan Bjarni handtekinn borð, kyrrsettur borð ásamt 2 íslenskum sjómönnum, stráklingum sem höfðu komið borð í skipið í Noregi. Þar að segja þeir voru bara tilvílunum voru höfn, sáu skipið, fengu leyfi til að fara borð, vitandi skipaleiðandi Íslands, en höfðu ekki farið landleiðina allavega til Petsamo í Finnlandi þessum tíma til þess að komast með þeim hópi. Fyrir vikið þá voru ekki á þeim farþegalista sem að Bretar höfðu samþykkt og það fór í taugarnar á Bretunum með einhverjum hætti þó var svona bakgrunnstékka á þeim leit í ljós að þeir höfðu engin tengsli við Þjóðverja eða næsta og voru annað 22, 25 ára mann rétt og þeir eru handlar þeim fórsöndum og þessi 3 mennir sem sendir út til Bretlands þeir fá aldrei að stíga í land þeir fyrst gemdir í borðið skipinu og síðan borðið í varðskipið þarna næstu dag eftir, 4-5 daga og ásamt 2 öðrum vísum sem var sleppt gegna mjög háum tryggingum og síðan sigla þeir út og það eru svolítið fyndið með sko ef við berum saman sko viðbrögð íslenskra stjórnvalda að sem dæmi sko með þjóðlegmennina þá vísu þegar þeir eru handteknir þá kemur Alþingi saman og saman Alþingi ályktar mótmælir handtökum þjóðlegmanna en síðan lítið gert meira í því málið því lítið fyllt eftir
svo lítið að sko Pétur Benediktsson hann sendi skeyti heim og segir á ég ekki að gera eitthvað fyrir þessi þjóðulegum en vil ég ekki að gera eitthvað hann þurfti nú að hrinda því máli í gang en með mál Bjarna Jónssonar læknis sem hafði verið þessi forystumaður í félagi eða hreyfingu þjóðlandssinna hann hins var fekk kannski mesta stuðningin frá íslensku ríkisstjórninni og fleirum varðandi það að reyna að fá hann lausan þessum tíma og sem svolítið kannski segir ákveðna sögu til dæmis náttúrulega læknafélagið ályktaði hann sem eðlilegt ef svo maður segja en síðan líka stuðningslisti hún semst fyrir hann og það sem verður að hvetja ríki til þess að beita sér að alefli og undir þann lista skrifar borgarstjórn Reykjavík á þeim tíma lögreglustjórn Reykjavík á þeim tíma skiluru og fleiri bankastjórar bara svona mektar menn eða svona rjómina borgarstéttin sem maður segja og á þeim tíma skrifar hann þann lista og það var mikið ítt á ríkisstjórnin ítið mikið á Pétur Benediktsson það að hann beiti sér í máli Bjarna þannig að stuðningur íslenska ríkisins fyrir þessa fanga mjög misjafn hvort sem að það af pólitískum ástæðum eða vegna þess að sko þú veist, þetta breytist líka þegar á líður svolítið og maður hugsa sko þá Bretinn búin að berja niður ríkisstjórnina þar sé að þú veist eða sásveikjamörkin orðin hærri eftir hverju máli sem að líður maður veit það ekki en allavega niðurstöðum svo að ríki beitir sér mjög misjafnan hátt þá fyrir þann sem var forystumaður í þjóðlýsina það eitt svo sem í takt við viðbrögðu stjórnvalda eftir stríð og raunverulega í stríðinu að þjóðurnissinnandi þeir renna margir bara inn í sjálfstæðisflokkinn og voru sumir framalega í hvítliðasveitum sem voru að lemja á kommunistum og sósíalistum ég svona nefnið hans í bókulokk ég nú ekkert að fara í raunveru sko Íslendingar sem var handteknir eftir stríði þeirra máli eru svolítið ólík og önnur en svona ég nefni það svona til gamans að eru enginn þeirra sem að Bretar handtóku fengu mikinn stuðning og Ólafur Pétursson sem var þessi kallaður íslenski böðullinn í Noregi sem að talin að bera ábyrgð á andlátum milli 30 og 40 norðmanna og það máli náttúrulega smána blettur á íslensku ríkisstjórninni og stjórnvöldum eftir stríð og þar stjórnvöld hafa aldrei gengist við ekki allavega menn ekkert að bera staðskona á því en það var sko einhverjum 3 vikum eftir að Ólafur dæmdur í 20 ára fangilsi og hegningavinnu í Noregi fyrir sína glæpi þar og hann var talin bara í hópi svona alvarlegustu kollaboratora eða samverkamanna nasista í Noregi af bæði norðmönnum og öðrum sem þar voru. Samverkamenn í kvistlingarnir svo kvöldum. Í því að senda fólk og gyðinga í útrýmingabúðir. Já, bara ekki samverkamenn í að leggja vegi. Alla mögulega sko og hann náttúrulega þarna hann að vinna fyrir þýsku leyniþjónustuna, hann Ólafur þó hann kom lítið við sögu í minni bók og þessi var talin bera ábyrgð á andláti milli 30-40 manna sem hann hafði svikið í hendur þjóðurum ljóstur upp þá og 3 vikum eftir að hann fær 20 ára dóm í Noregi hann komin heim fann að spóka sig götur Reykjavíkur. En þjóðvílamennir eru kannski þeir sem eru helst pólitískir. Þeir eru pólitískir fangar, alveg tímalaust. Og af hverju meta Bretarnir það að þeim standi ógn af róttækum sósíalistum upp á Íslandi? Já. Er það vegna þess að út af samningi Hitlers og Stalin? Já, sko, það náttúrulega spilaði inn í þjóðvílin út af þeim samningi, þessum samningi þessum að Stalin að kaupa sér tíma til þess að vopnavæða sig, þú veist, þeir semja skiptingu Póllands. Stalin eða Sovétríkin voru ekki tilbúin undir stríðsrekstur þannig þeir eru að kaupa sér tíma með þessum Molotov-samkomulagi sem gert var svo kallið Molotov-Ribbentrop-samkomulagið var það kallað og þannig að flokkslínan sko svolítið sú frá Moskvu og saman segja ekki vera að atast mikið í okkar höfuð óvinni sem eru nastarnir ég menn það var að ljósta nastar og kommunistar í Sovétríkin voru höfuð óvinnir en þeir fengur svolítið svona frítt spil sko og þjóðlegin svolítið hlífað þeim einhver leiti allavega svona ekkert að svona hamra kannski að mikið áður með áttu skilið það kemur að setna
En fyrst og fremst, sko, en þeir eru samt, sko, þeir leyfa sér fyrir gagnrýnir og náttúrulega þarna kemur við ljósa að mikilvæg gagnrýnis fjölmiðlis á þeim tímum sem að einhvers konar óeðlum tímum söguþjóðar, þá er mikilvægi, bara eins og þíns fjölmiðls, það er mjög mikilvægt að hafa fjölmiðl sem syndir svolítið á móti straumnum og er gagnrýnin og er að rífa kjaft og er ekki fara hefðbundna leiðir í kannski blaðamennsku eða fréttaflutningi og þjóðurinn var að því, hann leyfir sér að gagnrýna sem Bretarnir að gera, hann gagnrýnir sko umgengni þeirra við þess og hina, gagnrýnir sko hvernig framkoma hermanna er í Sundhöllinni Reykjavík skiluru og fleira. Og þetta fór rosalega taugarnar á Bretunum. Öll þessi gagnrýni vegna það voru aðri fjölmiðlar. Þetta er náttúrulega kannski ekki gagnrýni, ég getur líka sagt að þetta væri bara umfjöllun mikla samfélagsbreytingar sem eiga sér stað. Þetta er aðhald við þessar við þennan ellenda hér sem hann komin í. En aðri fjölmiðlar voru þeir mjög lítið og þjóðlinn var þessi rödd hrópandinn eðimörkinni þessi gaggrindi þá og fór oft, fór oft mikið og síðan blandast þeir inn í dreifisbréfsmálið svokallað og þú náttúrulega þekkir það hvernig það var dreifisbréfsmálið en það var semst þegar að dagsbrúnamenn vildu fá hærri laun fyrir sína vinnu, fyrir Bretavinnuna Bretar segja nei og dagsbrún boðar verkfall þá fyrir Bretin mjög mikið hart á móti þeim segist þeir sem að fara í verkfall þeir munu ekki fá vinnu aftur og notabenni þarna er búið að vera alltaf gríðarlegt atvinnuleysi í heilan áratug eftir kreppuna dagsbrúnum voru 2-3 talsins þessum tíma og pluss þeirra fjölskyldur getur ímyndað hvað hefði haft slæm áhrif fyrir bara efnahag reykvískra verkamanna og alþýðustéttar þessum tíma gríðarlega slæm áhrif og ekki aðeins hótaði því að þeir fá ekki vinnu aftur hótaði því líka að hermennum eru settir í störf þeirra, það sé verkfallsbrot samkvæmt öllum meldingum skilningi og það verður úr að hópur sósíalista sem voru flesti virkir í dagsbrún ákveður að dreifa bara svona bæklingi til hermanna og segja, við erum í verkfallsbaráttu, við farið ekki, hlýðið ekki þessum skipinu, við vinnið ekki okkar störf, okkar hagur og okkar fjölskyldur og bara lífi er í húfi. Þetta tólkuð betar sem hvatning til uppreisnar og náttúrulega við uppreisn og því að hlýði ekki yfirmenn sínum liggur dauðarefsing í breska hernum og alltaf fleiri herjum á þessum tíma. Og þeir fara að hafa upp á þessum dagsbrúnamönnum og beita þá mjög svona hörðum yfirherslum og náttúrulega hótið að flytja á landi, það muni að minnst að þeir eru í hópi þessar Íslendingar sem ég fjalla en Íslendingaríkisstjórnin bregst samt við, hún setur á ný lög sem voru svona landráðalög til þess að geta tæklað þessi mál. Þjóðviljamennir eru dæmdir í þeim málaferlum fyrir að hafa fjallað með jákvæðum hætti dreifbréfsmálið sem var svona frjálslega skapandi túlkun á fyrirliggjandi til lagagreinum þeim tíma. Verið að hvetja hvatamenn þeir náttúrulega eru bara mótmála til handtökum dreifbréfsmannanna Dómurinn er það að þeir verið að hvetja hvatamenn ég man ekki orðið hvernig hljóðar en það er grein í hegningarlögunum þessum tíma sem segir ef þú eitthvað hvetur eða upphefur eða tala vel landráð eða slíka glæpi þá ertu má sem stæma þig og þeir fá væga dóma, 2-3 mánaða dóma þjóðviljamennir en sitja ekkert inni og þetta fór rosalega taugarnar á Bretunum þeir vissu líka að þarna hefðu einhverjir dagsbrúnamennir fundað af því þessi menn þeir fóru á fundi á dagsbrún neitar því að taka þátt í dreifbréfsmálinu þeir ákvað að gera það sjálfur en fara samt á fund með þjóðviljamönnum til að segja frá stöðinni þetta er staðan styðji okkur skilur svo framvegis en þetta lítur breyta svo á að þjóðviljamenn hefðu verið einhvers konar gerindur líka í dreifbréfsmálinu sem engar sérstakar sannanir eru
og síðan gerist það að Íslendingarnir íslensku dreifbýlismennirnir eru dæmdir af íslensku stjórnvöldum og farið með á Litlahraun og settið þar inn alveg ótrúlegan tíma. Þar frá fremstur í flokki Hallgrímur Hallgrímsson sem var frægur fyrir að berjast mjög hetjulega í spænska borgarastríðinu og gaf út bók, þetta bók sem heitir undir fána lýðveldisins, og var náttúrulega, ég var ótækur vinstri maður á þenn tíma og hann skrifa bréf úr fangelsinu sem þjóðin birtir síðan, þar sem hann líkir þessum stríðandi þjóðum, Bretum annars vegar og Þriðja ríkinu hins vegar, líkið þeim saman. Þú veist, bara sér þetta eru heimsvaldarsinnar, þú veist, þetta er þeirra á milli þessi barátta og svona, þetta er alls saman tóbakið, raun og veru. Og það svona var... Þetta er ekki átök alþýðu þessar landa? Já, það er svona grundvöldar boðskapin í þessu og það náttúrulega Sovétríkin ekki komin inn í stríði með virkum hætti. Þetta er áður, þetta er nokkrum mann áður heldur en að Stríðið ekki orðið stríð mannúðina eða hvernig sem setja tímaskilgreiningar? Sko það sem hjálpaði líka alltaf þjóðlumennum, ekki bara herrverndarsamningurinn eða það að Bandaríkin tóku við herrverndinni, þá náttúrulega réðust Þjóðverjar inn í Sovétríkin nokkrum mánuðum seinna. En þetta er fyrir þann tíma, þannig að þetta eru þessu tvö ríki sem eru að berjast, það er að segja tvær gamla lílindu þjóðir og svona heimsvaldarsinnar sem eru að berjast og það kemur okkur ekki við. Og Ísland á ekki að vera hersetan þessu fólki, það gerir okkur skotmarki líka, það er svona argumenti hjá Hallgrími. Þetta er svona, dropinn sem fyllir mælinn hjá Bretum, hjá Curtis og íhaldsþingmannunum Alfred Roy Weiss, og þeir fara beint í handtökur á þeim sem að héldu stjórnvölinn á Þjóðviljan. Þú lýsir þessu að það sé frekar til þess að stoppa frjálsa pressu. Já. Frekar heldur en þetta sé að því að þeir voru sósíalistar. Eða bandamenn Sovétríkjanna. Þetta er hvort tveggja. Þetta er bæði hefur þeir alltaf ógnað þeim með svona skrifum, neikvæðum skrifum setulið sem að fór í svona mjög tjóðan á þessum mönnum sem að voru æðstu yfirmenn setuliðsins. Þeir höfðu tekið afstöðu með mönnum sem að höfðu verið setulinu óþægir eins og dreifbýlismennirnir voru. Og þeir svona, fannst þeir svo, þeir kæmist upp með það með einhverjum hætti. Íslendingar væru ekkert að setja ofan í, íslensku stjórnvöld var ekki að setja ofan í það eins og þeir vildu. Og þannig að þeir þagga niður í óþekku blaði, en líka í mönnum sem að voru að þeirra mati, ekki nægilega þægir. Og Alþingi og íslensk stjórnvöld mótmæla fyrst, af því að þetta er náttúrulega brot á íslensku. Já, fyrir lokuðum dyrum, það er saman. Síðan dofnar áhugin á því að gera þetta. Já, hann gerir það Þangað til að það verður ljóst að Bandaríkjamenn eru að koma hér að taka við Bretum. Já, að þá er þetta svona leyst. Já, á þess að verði neitt eftir. Einar og fleiri, þeir heldur það og töldu það að ef að, jafn þó að Sovétríkin voru var alltaf bandamenn Breta í heimsstyrjöldinni með innráðs Þjóðverja í Sovétríkin, ef að þeir hefðu ekki viljað að fá Bandaríkjamenn svona mikið þarna inn í stríðið með einhverjum hætti, þó að litlu væri með það að láta að taka á herrvendina, þá hefðu kannski setið bara í fangelsi út stríðið. Það var sannfæring Einars og þessara manna sem að ástæða fyrir að Bandaríkjamenn koma hingað var til þess að halda leiðinni opinni í vopnaflutningum til Sovétríkjanna? Já, þarna náttúrulega staðinni Bandaríkjunum, þar er svona Monroe-kenningin einungurnarkenningin sem er það sem að Trump er núna að fara að boða, þar að segja Bandaríkjamenn er bara að hugsa sjálfan sig og enga aðra, ekki að hugsa bandamenn sín og aðra, bara að hugsa sig og eigin landamæri. Það er svona mikil mótspyrna í Bandaríkjunum gegn því að Bandaríkjamenn drægist inn í stríð gömlu Evrópuþjóðanna. Og Roosevelt sem var nú sennilega var studdi Breta, leynt og ljóst, og var að gera það með lánum á gömlum skipum og alls konar svona gömlum hergögnum og dóti sem hann gat svona komið fram hjá án sem var að saka um það að vera að draga Bandaríkjamenn inn í stríðið. Hann fær því framkengt að skilgreina Ísland sem hluti af bandarísku verndarsvæði. Og þannig fær hann samþykki þings og þeirra sem að réðu þar náttúrulega til þess að leyfa það að bandaríska hersveiti tæki við að Bretum. Og
þetta er hálfu ári fyrir Pearl Harbor og síðan alltaf hálfu ári setna ráðast þeir á Bandaríkin, Japanir og þá alltaf eru þeir komnir sko full force inn í stríðið sko. Þetta svona stórveldis og pólitíska sýnin á þetta, en þetta var náttúrulega fólk sem var þarna. Hvað áhrif hafði þetta á lífið þessa fólks að Já, sko, þegar ég fer á stað, ég er búin að vera langur aðranda þessa bók og ég er búin að vinna náttúrulega lengi að bókinni, svona, náttúrulega talfærið senustu árin og síðan náttúrulega langur aðrandi þar á undan. Ég er búin að vera að rannsaka þessar sögur meira minni í 20 ár og ég er svona ákvað að þetta yrði persónlega og hefði ofnbera og því ofnbera menni ég sko viðbröð íslenska stjórnvalda og það sem við höfum verið að ræða núna þú veist, semst nú eru þangangur hersins og hvernig hann fungerar og hugafærið þar og líka viðbröð íslendingana og svona stjórnkerfis síðan hefði persónlega og það er umverið ótrúlega gaman að tefla þessu saman ég reyna að hafa jafnvægi í þessum í þeirri umfjöllun og maður kemst þarna í bréf maður kemst þarna í semst dagbækur minningabrót þeirra sem þarna varum að ræða og tek viðtöl og fleira. Þannig að maður fekk, sem skiptir miklu máli, að fá svona innsýn inn í hvernig þessi fólki leið. Og maður birta þarna brot úr ástabréfum, það sem frá konum fanga til þeirra, frá þeim til kvenna sinna, frá mæðrum til svona sinna og frá sonum til mæðra sinna og svo framvegis. Það sem kemur fram þessi söknuður, þessi hræðilega óvissa sem einkenni alltaf fólk sem meira minna var það handtekið að vita fyrir víst akkur var handtekið og það var handtekið náttúrulega þannig að það fekk ekkert að hitta sko lögmenn eða neitt slíkt þannig að þeir voru fangar án dóms og laga sem alltaf reynd og klárt mannréttindabbrot þá og nú og lifðu náttúrulega ekki bara í þeirra hættu sem fylgir því að vera fluttir út á þeim tíma sem að kafbáta árásir tíðar, sitja í fangelsum á þeim tíma sem að loft árásir tíðar, heldur í algjöru óvissum hvenær þeim verður sleppt. Ekki þessu fólki vissi það fyrir bara þegar var sleppt, að þeim yrði sleppt. Og með þessar persónlega heimildir og geta fléttað þú saman við þessar opinberu heimildir, þá nær maður held ég nokkuð glöggri og held ég mínum huga alltaf gríðarlega áhugaverðri mynd af líðan þessar fólks, persónulegum sögum þessar fólks og því hvernig kerfið var að fungera. Eitt sem er ólíkt á þeim tíma sem þú ert að fjalla og okkar tíma er að við erum svona meðvitaðir áföll og fleira, afleiðingar þessa sem að ég veit að svo sem ekki kannski hafði samfélag fyrir tíma einhverja farvegi til þess að fjalla það sem að við bara kveikjum ekki á eitthvað þetta vegna, stundum grunnar manni það að mannskefna kunni eitthvað sko. En hvað með það? Hvað með þetta sem að fylgdi þetta fólkinu? Já, gríðarlega mikið. Það er svolítið áhugavert að þú nefnir það sko, vegna þess að þegar maður talaði við, ég er búin að fá ótrúlega fallið viðbrögð frá bæði börnum sem eru lifandi og barnabörnum fangana sem hafa samband við mig. Hefur fengið átt í 10 svona skilabóð og símtöl frá því fólki og það er sem er eiginlega þau viðbrögð skiptir mestu máli að það fólki er mjög ánægt og finnst einhvern veginn þeirra forfeður, feður og afar og ömmur fá svona loksins verðskuldaða eitthvað svona réttlæti og maður spyr þegar maður hittir þetta fólk hvernig brást pabbiðni við og hvernig brást afiðni við og svona hvernig tala hann ekki þetta og svo framvegis og þá er eiginlega alveg seginsaga með eiginlega allt þetta fólk að það talaði náttúrulega aldrei þessa hluti nema þegar það drakk þú veist, þá fyrst sagði það einhvað en þess að milli þá voru það svo sárir og erfiðir hlutir í dag myndu vantilega verið tala áfallastreituröskun eða eitthvað slíkt sko að þetta var bara þegar lágu þagnargildi þeir sem voru kannski mest áberandi eins og Einar Freyr skrifuðu aðeins þetta og tjáðu saman þessa hluti en þetta var, sko það fylgdi þessu skömm þú veist, einhver leyti það fylgdi þessu sársauki Svo byggðist meðal annars á því að samfélagi var ekki til í því að gera eitthvað uppgakvað þessu og var bara, eigum við ekki bara að gleyma þessu stemmingin og fólki satt eftir með reynsluna. Það var svolítið sem ekki þannig, sko, líka þú veist, ef þú veist handtekinn af Bretum, grunaður með svona aðstoð eða tengsl við Þjóðverja, þá varstu stemplar sem nasisti. Ég meina, Sambri Ils, 17 ára stelpu sem að hún er frá Ísafirði, kemur þangað eftir hún er laus, rökklast það, vegna þess að þá er nú bara kölluð nasista
valtamella þú veist, og haldið að hún hefði verið eitthvað tíum við þennan mann, sem hún var ekki með neinum hætti, en svona hvað að segja, smánun þú veist, hún setur svo svona marksitt á hana hóp og fyrir vikið þá bara því fyrr sem að þetta hverfur í gleymskot á því betra finnst þessu fólki en alltaf þessi sára reynsla hún sleppur ekkert, hún hverfur ekkert og til dæmis Hallgrímur Dahlberg sem var ungur maður, hann var kvældi 22 ára laganemi þegar hann er handtekinn fyrir engar sakir, nema hann hafði geymt umslag fyrir vinsinn, þú veist, það var hans eini glæpur að hann til dæmis er settur í þetta leynilega einangrunnar fangilsi breskur Einarssonar, Camp O2O og beittu þar alls konar sálrænu tortur sem að þar var beitt með mikilli hugvitssemi og hann sagði sko, ég fekk martraðir í mörg ára eftir veru mína á þessum stað, vaknaði upp bara öskrandi og grandi, sko, mörg ára eftir og sú frásögn og sú líðan hefur ekki verið neitt einstæmi þó að fólk hafa ekkert endilega viljað tjá sig það eða segja börnum sínu eða barnabörnum frá því hvernig þið leið eftir þessa veru, sko. Bera harmsinn í hljóði. Já, og svo segja sjálfu, það breyst svolítið með úrvinnslu áfalla, þú veist, í þeim tíma þá loka möndinn og eða drukku. En af hverju þetta skrifa þessa bók? Á þetta erindi til okkar í dag? Já, alveg tímalust. Finnur ykkur samsvörun með? Já, ég menna, sko, að svo mörgu leyti. Við erum að tala segjum bara, víða í heiminum, við erum að tala svona, eitthvað svona, valdheimildir sem eru misnotaðar. Við erum að tala forvirkar rannsóknarheimildir og slíkt. Við erum að tala ég segjum bara sem Bandaríkjamenn gerðu eftir 9/11, ég meina menn hurfu, þú veist, Guantanamo, sem er alltaf bara eitthvað svona pyntingarklefi hérna í herstöðuna Kúbu og svo framins, þannig við erum að sjá sko aukna aðför að mannréttindum að frelsi fjölmiðla og málfrelsi. Þannig að það eru uppi núna mörgleiti kringustæður sem að líkt úr því sem að urða milli stríða. Það er stríðið í Evrópu, það eru átök, það er uppgangur fasisma, mjög mikill í Evrópu í dag og þannig við erum við erum kannski bara á árinu 1933 í tíma, sko. Er svona nálgast það tíma þegar Hitler kemst að valda 33 og við erum svona á þessum árum milli stríða. Tíminn fer sinn í sínu spíral og núna mörgluti uppi samsvarandi aðstæður og voruð heim tíma og því miður. Og eitthvað stærri sagt að sá sem ekki þekki sögu sinni dæmdur til endurtakana? Nákvæmlega. Herðu, en við erum að tala saman núna á þriðjudegi eftir kosningar. Já. Og ég var að hugsa hérna frammi að því að það er minnst alltaf að fjölmiðlar eigi að taka mið af þeim tímum sem við lifa. Og þegar ég var ungur ritstjóri í Kanada þá var ég mitt að bera saman blöðin sem við vorum að gefa út við Moggan og eitthvað fleira. Það var að horfa á 10 ára gamla Mogga og maður hafði ekki hugmynd hvaða tíminn það var. En það var hins vegar hægt að fletta upp í sumum öðrum blöðum sem að náðu einhvern veginn tímanum og ég alltaf verið hrifinn af þessu. Nú ætla ég að spyrja Sindra sem er ekki í rithöfundar, þetta bara borgari hérna í landinu, hvernig veist það á kosningarnar? Já, þær þessi niðurstaði vola flókin og erfið og það sem að hryggir mig mjög mikið það að vinstrið þurrkast út með ef við lítum á Pírata sem vinstriflokk sem margir gera. Kjósendur þeirra hafa mælst vinstrið þótt að fórastar segja það ekki alltaf. Já, ég man ekkert fara út í endilega að skilgreina bakgrunnstekka hvernig og einnig en þarna eru 10% atkvæða sem eru liggja dauð niðri og það þýðir einfaldlega, við búum fulltrúalýðræði. Ég held að hafi verið svona 5% sem hafi líka farið frá þessu flokkum yfir að flokk fólksins og samfélkinguna. Já, ég myndi ekki skila þingi. Vinstrið var með 14 þingmenn samtals. 8 þingmenn VG og 6 Pírata. Sósíalistar ná ekki manni, þannig að við fáum ekki fulltrúa þaðan inn, Þannig að vinstrið hefur engan raunverulega fulltrúa inni á Alþingi og við búum við fulltrúalýðræði svo kallað, en þannig alltaf 10% þjóðarinnar sem hefur ekki sína fulltrúa. Og við getum líka vikað og sagt 10-15% þjóðarinnar eru erlendum uppruna, en þeir hafa heldur ekki fulltrúa á Alþingi. Þeir fá ekki að kjósa, Þannig að dagsbrún áður, ég stöðist ekki dæmi þessu, ef við hefðum sagt við eitthvað í dagsbrún 1956
2006. Árið 2024 var það þannig að helmingu dagsbrúnamanna hefði ekki atkvæðarétt í þingkosningum. Nákvæmlega. Heldur að fólk hefði trúið okkur? Það hefur ótrúlega, sko. Þið hefur ekki trúið okkur að við fyrir vikið eru kannski með 20% þjóðurinn sem hefur ekki svona fulltrúa á Alþingi. Og þegar að vantar rödd í kórinn, þá náttúrulega verður hann hjáróma, svo maður segja. Og það að þessi, ég segjum bara, vinstrið hafi ekki sömu rödd og hún hafði, því að einhverjulega vegna ég hef aldrei skilið flokk fólksins, ég veit ekki hvaða stýrst hann veru. Jú, hann er búinn til í kringum Ingu Sæland og hann best. Það er svona réttlætiskrafa. Já, ég meina, sko, hann best, hann hefur setur áherslu móla á málefni aldraðra og öryrkja, sem besta mál, en þess fyrir utan þá málaflokka, sem eru algjörlega mjög góðir gjaldi verðir, þá veit ekki hvað svo flokkur þú veist, hann maður greint svona undirliggjandi rasisma hjá forsvarsmönnum flokksins, gagnvart komu útlendinga. Maður hefur greint allskins svona, hvað segja, svona einhvers konar hverland og tuka var önnumál, þú veist, það er bara að laga umferð Reykjavík með því að stilla umferðarljósin betur af og slíkt, sko. Þannig að fyrir utan hennan kjarna málaflokka, aldraður og öryrkja og persónu Ingu Sæland, þá áttum ekki á því hvar sá flokkur stendur, fullkomlega. Þannig að vinstri, svona þetta afgerandi vinstri sem hefur verið í alla tíð með einhverjum hætti, þarna voru fyrst kommunistar sem sósistar sem alþýðubandalag svo framvegis, á sér ekki raunverulega fulltrúa á þingi og það áhyggjuefni. Flokkar Samfylkinguna ekki sem vinstriflokk? Sko, Samfylkingin hefur breyst svolítið, ég myndi segja á þeim tíma sem semst eftir hann fer naflaskoðun eftir hrun, segjum bara þegar að Logi þarna og Helga Val og fleiri, þá hann svona meiri félagshyggju-flokkur heldur hann í dag. Áherslur flokksins í dag. En var hann þá ekki svona vinstri flokkur á svona ameríska mælikvarða, svona frjálslyndis vinstri? Já, ég menna sko, það er ekki til hugtæki vinstri flokkur á bandarískan kvarða. Demokratar eru hægra með Sjálfstæðisflokkinn, sko. Já, ég veit það, þetta er svona að segja þetta er þá vinstri án stéttar áherslu. Já, ég menna sko, maður sá þessa stéttar áherslu hjá þegar Logi var formaður og fyrir þann tíma. Sko, fyrir hrun þetta orðinlega bara hægri kratar, þú veist, og bara bleristaflokkur. Já, bara bleristaflokkur, mjög mikið, sko, hann það fyrir hrun. Sér kemur hrunið og flokkur náttúrulega verður gríðarlegu tjónið þarna. Hann leitar ræturnar, fer svona meira til vinstri, en núna aftur þá séum við eitthvað bakslæði það án þess að kannski að þetta er ekki hægri flokkur í skilningi, sko, en miðvinstriflokkur og svona það eru áherslur og breytingar sem orðið með nýju formann í flokknum sem að sko gera það verkum að þarna verður einhver munalegs hópur alveg til vinstri. En ef maður skoðar kosningarannsóknir þá dreifist sko fylgi vinstriflokka og það verður mjög gaman að sjá niðurstöðunar eftir þessa kosningar. Því að við höfum séð það í fyrri kosningum að vinstri kjósendur og þeir dreifast ekki bara á vinstriflokka, heldur þeir eru náttúrulega hlutið þeirra kýs samfylkinguna, vill fara inn að sósíaldemókratísku leið eða ég veit ekki, þeir fara inn í flokk fólksins og við sáum núna að þegar var könnun á því að hvað varðum kjósendur VG, að þá var eiginlega stærsti straumurinn til Viðreisnar, sko, það dreifðist mjög víða, ég er ekki að segja þessi meirihlutin, það var þykkasta línan lág til Viðreisnar, þannig að vinstri kjósendur eru mjög dreifðir og þá er spurningin, er það ekki þá bara sök forystu VG, sósíalista og pírata að geta ekki verið sá farvegur fyrir kjósendur þess að missa sína kjósendur jafnvel inn í hægri flokk? Ég held að allir þessi flokkar sem duttu út af þingi eða náðu ekki inn, eins og sósíalistnir, þurfa að fara einhvers konar endurskoðun, naflaskoðun og ef við lítum ef förum í sósíalistflokkinni eldri sem voru Einar og Sigfús og þeir menn sem leiddu það, þegar þeir samnast klofningsframboði eða klofningshluta úr flokknum myndar alþýðubandalagið og alþýðubandalagið það lifði nú allvel í ansi marga áratugi, var sterkur og öflugur flokkur þegar best lét og mér finnst að vinstrimenn hafi sko allt og lengi verið sundraðir, maður segir stundum sko að það sem meiri einstaklingshyggja í vinstri heldur til hægri sem kennir sig einstaklingshyggju og ég vil sjá sameinaða flokka og sameinaða hópa til vinstri í eitt flokk, ef að til eitt flokkur hefði fengið þessi prósentur sem að þessi þrír flokkar sem við nefnum hér fengu, þá varum við með 6 þingmenn inn á Alþingi. Og það sem meira er að þá var í Sjálfstæðisflokkurinn með 12 þingmenn.
það eru tveir sjálfstæðismenn sem sitja í umboði kjósenda. Já, það eru uppbótað þingmenninni, sko. Þannig að síðan alltaf önnursaga sem menn hafa ræðið núna, eigum við að færa niður prósentana, sko. Eigum við að miða við 5% áfram eða eigum við að miða við 2% þessu Danmörku eða 4% þessu Noregi eða eitthvað slíkt, sko. Hvort mikilvæg að þingið endurspegli afstöðu kjósenda eða tækifæri forystu flokkana til þess að það sé auðveldara fyrir að mynda ríkisstjórn. Í þessu tilviki þá finnst maður... Hvort að flokkarnir aðlaga sig að þjóðinni eða þjóðin aðlaga sig að flokkanum. Í þessu tilviki finnst maður prófstan á há, þú veist, en síðan hugsa maður, ef að til dæmis þetta hefði verið hægri öfgaflokkar, þú veist, bara mjög harðir hægri öfgaflokkar, eins og við erum að sjá vera að rísa upp í Svíþjóð og Hollandi og Póllandi og öllum svona löndum. Ef að þeir hefur verið að bjóða sig fram og komist inn á alþingi, af því að það hefur verið lægri sem þeir eru viðmiðunarmörk, þá hefði maður sko svolítið hrokkið gút. Skilur við? Þannig að þetta svona, þú veist... Þú vilt handstýra próstunni? Nei, ég með það mál, maður getur það ekki, sko. Þú veist, það er bara, ef próstunni lækur, þá ætla bara komast með niður ná yfir þá próstutölu sem er ákvörðuð. En sko, ég til heillavarlega samt að reyna að sæmena vinstra vænginn, reyna að gera hann kröftun, gera hann að actual spennandi valkosti, svo að sé ekki 10% kjósta séu bara í einhverju reiðileysi og hafi ekki málsvara fyrir sína skoðanir á þingi. Einhverju leyti kann þetta vera afleiðing af svona deyfð. Við sósíalistar höfum nú talað að nauðsyn þess að endurreisn verkalýðshreyfingarinnar, eins og hún hafði svona stofnanavæðst og ekki virk fjöldahreyfing. Það bara ekki þannig. Það ekki fórusta sem nær tökum í líka demografinu önnur í henni. Já, bara tökum það sjaldan félagsfundir í verkalýðshreyfingunni og allt annað heldur þessu tíma sem þú ert að lýsa hér. Hérna ekki þetta líka því saman. Þá mættu menn, ekkert net og ekki samskiptamila. Sama hátt hefur við verið að endurreisa samtök leigjenda. Ég held að væri til dæmis betra í dag og maður sér það í rannsóknum að það væri betra eða það væri sterk rödd einstæðra foreldra eins og var þegar við vorum ungir. Já, nákvæmlega, sko. Þannig að kannski er þetta líka afleiðing af svona svona hagsmunabarátta almenning sem snýr að efnahagslegu réttlæti sem er kannski svona sósíalisminni í vinstrínu. Það hefur bara verið daufur í 30-40 ár. Já, sko, þetta er alltaf bara miklu flóknari mynd og með tæknibreytingum þá er þessi mynd líka að breytast. Allt félagsstarf hefur goldið fyrir sko, hvað tæknin hefur breyst, hvað úrveitsla síma og samskiptum og annað er orðið mikil. Fólk mætir minna á staðina og actual fund til þess að ríða kjaft eða til þess að sína svo sjá aðra heldur en gerðu og það sko einskorðast ekki við pólitík, það er bara öllu félagsstarfi. Við höldum fundi hér, við erum alltaf saman og svo útvarpið þessu og þegar við erum alltaf með nokkur háskólabíó sem er að hlusta okkur. Til samans, það er best á. Þetta eru stærri fundir heldur en nokkur tíma haldir í dag. Þú lítið tæknina með öðrum hætti til að ná til fólksins en hins vegar sko, það gengur kannski verra að fá þennan samtakamátt sem að þú talar að var til staðar þegar menn mættu og hvort sem börðust í gúttó eða hvað menn gerðu til þess að sem ég held að þessi er rosalega mikilvægur það sem gerðist í Dagsbrún á sínum tíma að þá mætti þú og það var sagt við þig alveg svo er í dag að þú væri mislukkaður að því að ríkikallin væri vel lukkaður og þú klæddir þig vitlaust og þú var ekki nógu góð lykt af þér og allur smekkur þinn væri rangur og fleira rangum á röngu tíma en þegar fólk mætti saman og sá aðra í sömu stöðu þá áttaði sig á því að það var ekkert að mér persónulega ég verð fyrir bara sama ranglætin og þú og þannig myndaði sko samstaða sem að fólk náði að berjast og það var ekki uppbygging þeirrar samstöðu sem að sko raunverulega gerði stórkostlegt kraftaverk á samfélaginu að það hnikaðist í áttina því að vera mótað að þörfum venjulegs fólks en ekki bara borgarastéttarinnar eins og þetta gerist núna þá er erfiðara að ná svona sama fólki og það er auðveldara að planta röngum hugmyndum kreddum, samsælskenningum öðru inn hjá fólki líka þannig við búum við breytt landslag í því hvernig við komum sko skilabóðum áleiðis til fólks góðum sem slæmum og það er svolítið merkilegt sko, ég vant að spyrja son minn sem er svo yngsti, hann er 16
og náttúrulega gat fyrir viki ekki kosið í þessum kosningum. En þá líklega miðflokksmaður að mann sagt að allir 16 og drengir séu Hann þannig vissi ekki sko, en sko ég var að spyrja sko, þú veist, að því að ræða þetta með hrun vinstrisins og þessa niðurstöðum og hann vel þenkjandi og góður drengur og hjartaði í nú slægrættum stað. Og hann segir sko vinstri bara kann ekki að ná til fólks. Miðflokkurinn og þessi flokkar sem að voru með TikTok og annan áraður náði með einhverjum skrípalátum og slíku að sko höfða til þessara kjósanda sem eru kannski ekki búin að rýna djúpt í svona hugsjónar eða hugmyndafræðina bakvið bara, ég ætti hress og skemmtileg kall kynslóð sem man ekki eftir vintrismálunu sem man ekki eftir hrunnu sem dæmi og þessi maður með fórstafnum Höllu í sumar til að nota samskiptamiðla með einhvern veginn þróaðara hætti til þess að ná til yngri hópana sem mun taka við, hópana sem að eru orðnir kjósendur eða að verða kjósendur heldur en vinstrið segir svona minn sem er náttúrulega að fylgjast með samskiptamiðlum og TikTok og Instagram og öðru slíku og ég bara tek hann trúalega að þetta sé hans svona kalda mat að vinstrið og þessi málstafur, þessar hugsjónir sem eru til vinstri sé ekki nægilega að ná fram til þeirra kynslóðar sem að þekkir ekkert annað heldur en að vera á valdi tækninnar og þessara Gallin er náttúrulega að vinstrið er ekki að sækja, heldur telur að það sé fyrirfram hafi rétt fyrir sér og þurfir öfulega ekki að samfara neitt heldur sé bara eitthvað aðeins sem ekki eru sammála mér. Það er svolítið erfitt. Það er svolítið vegið yfir vinstrið. Alveg frá upphafi hefur það verið svolítið vandamáli Já, en það var náttúrulega ekki þannig að við erum að vísa í dagsbrunafólki á svindum þá var þetta byltingakennd hugmynd. En það var samt sem á klofningurinn með vinstrimanna strax þá á þeim tíma þannig að það har alltaf verið það sem að hægrimenn köllu alltaf vilda vinstrið þessu alltaf við þurfum ekki að gera neitt í vinstrið það sér sér sjálft, það gengur frá sér sjálft. Það var svona alltaf hugmyndin á hægrivengnum og því miður þá reyndist það furðu oft rétt hjá þeim með undantekningum, ég meina þegar áttu að stofna samfélkingu sem einhvers konar samæli vettvang allra vinstrimanna þá klofnar hann strax samfélkingu og vinstri grænir. Erlistni verður hins vegar til, þú veist, við náðum að losa okkur við áratuga stjórn sjálfstæðismanna í borginni með erlistanum, þannig að vinna saman, samtakamóturinn hann skiptir máli og hann hefur áhrif. Já, það er margt í þessu. Það má líka velta fyrir sér hvort að erlistinn og síðan þessir meirihlutar samfélkingarinnar hafi skilað miklum breytingum í Reykjavík, þannig að það sé Já, það er hins vegar náttúrulega það flóknar að svona nefnir Já, maður upplifir að maður búi við eitthvað verktaka ræði í skipulagsmálum. Já, það er svo hræðismál við getum líka bara í það sólma. Gaman að fá þig til að tala þessa merkilegu bók. Takk fyrir það. Og bæta aðeins við smá umræðu pólitíkina. Já, það er smá svona rúsin í pilsendur. Já, kæra þakkir Sindri. Já, nú ætlum við að snúa okkur að allt öðrum hlutum hérna í lokin. Ætla tveir kallar að fara að tala bridge, eitthvað sem allir óttast í öllum fermingavíslum, en sjáum til hvað þau geti ekki gert það svolítið skemmtilega. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.